Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 28 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að fara í aðeins almennari efni og tala eitthvað sem að þú getur eflaust fundið upplýsingar á fleiri stöðum heldur en í íslensku hlaðvarpi. Það var kannski munurinn á þeim og þessu að hérna færðu að heyra þetta allt saman sagt á íslensku, en þú færð þá líka að heyra þessi orð margendurtekin í ýmsum formum á meðan við förum í gegnum þetta viðfangsefni. En viðfangsefnið er þá það að byggja vana. Ef að þú ert komin svo langt með íslenskuna þína að þú ert farin að skilja mig eða að þú skilur mig fyllilega, þá hlýtur það eiginlega að vera að þér hafi tekist að búa til ágætlega sterka og góða vana það hvernig þú lærir íslensku. Að þér hafi tekist að halda þér við erfitt viðfangsefni í mjög langan tíma og fundið vegna þessa fyrir því að þú sért orðin ennþá betri og betri þeimun meira sem að þú hefur stundað þennan vana. Vani is of course habit. En fyrir þá sem að eiga erfiðara með það að koma sér í gang, að búa sér til einhvern nýjan vana, fyrir fólk sem er þegar það upptekið af eigin lífi eins og það lítur út, þá getur það verið mjög erfitt að bæta einhverju nýju við. En málið með vana er að það þarf ekki mikið til þess að byrja að þróa hann og þroska hann. Því það þarf ekki að verða strax vani að eyða 3 tímum á dag í að gera eitthvað. Það er aðeins of stórt til að heita vani. Það er bara næstum því vinna. Það er búið að rannsaka vana ágætlega vel, af því að vani er í rauninni einhvers konar tauga viðbragð, eins og heilinn þinn viti það að þegar þetta gerist, þá mun þetta gerist. Að sjálfsögðu er ein frægasta tilraun sálfræðinnar þetta, sem eru þá hundar Pavlov, sem að hann náði að skilyrða condition á þann máta að með því að kenna þeim, með því að hringja bjöllu í hvert skipti sem hann gaf hundum mat, þá tókst honum að gera eins og eitthvað sem að leit út eins og töfrabragð, sem var að hringja bjöllu og láta hunda slefa. Þetta er upphaf pælingarinnar í sálfræði skilyrðingu, en þegar að við manneskjur skilyrðum okkur sjálf til þess að gera einhvern hlut aftur og aftur, þá mætti kalla það vana. En vani þarf einmitt ekki að vera mjög stór. Hann getur verið mjög einfaldur hlutur. Hann gæti verið jákvæður og hann gæti verið neikvæður. Það gæti verið jákvæður og góður vani að í hvert skipti sem maður stendur upp frá skrifborðinu sínu, að maður taki upp eitthvað rusl með sér eða eitthvað sem að má fara á annan stað á vinnustaðnum eða heima hjá sér, því að það flýtir fyrir því að taka til í kringum sig. Og það geti líka verið slæmur vani að til dæmis fara að fikta í nöglunum sínum í hvert skipti sem að maður er stressaður.
En ég ætla að fara í gegnum stuttan lista af atriðum sem að ég hef fundið til varðandi hvernig maður getur hæglega skapað sér nýja vana, og ég ætla að koma með litlar athugasemdir á þessi atriði. Hið fyrsta er að byrja bara á litlu í einu. Að byrja nýjan vana með því að hreinlega gera bara mjög lítið af honum í einu. Til dæmis fyrir þá sem að væru að byrja að læra nýtt tungumál og eru að setja sér upp einhvers konar lærdómskerfi sem að felur þó annarkvort í sér að fara að lesa meira, að rifja upp fleiri orð eða skrifa meira og svo framvegis. Að þeir byrja á að reyna að setja sér vanan að á hverjum degi eða á svo margra daga fresti eins og þú ætlar þér að búa þér til þennan vana, að byrja bara á að gera ótrúlega lítið, hvort sem það er að bara að skrifa eina setningu, að rifja upp 1 eða 2 flashcards. Því að það snýst ekki að byrja að vinna mikið, það snýst að ætla sér að fara að vinna, að það verði venjulegt og venjulegur hluti af deginum þínum, alveg eins og það er orðin eðlilegur vani í vestrænum heimi á síðustu hvort það séu 100 eða 150 eða 200 ár síðan, að þú fórst að bursta tennur 2 á dag. Þú hugsar eflaust voða lítið það í dag hvort þú gerir það eða ekki, af því þú bara hreinlega gerir það. Það er ekkert viðnám fyrir þig að gera það, af því það er bara vaninn þinn. Þú getur gert það sama með nýja vana, að gera bara það litla sem þarf að byrja. Svo er til annað sem er að tengja vana saman við eitthvað annað. Þannig að ef það er einhver hluti af rútínunni þinni sem er algjörlega skorðaður, sem er til dæmis að bursta tennur, að fá sér fyrsta kaffibolla dagsins, að tengja þennan nýja hlut sem þig langar að gera við þá hluti. Það væri til dæmis að hlusta á hljóðdæmi eða hljóðbók á meðan þú burstar tennurnar. Það geti verið að lesa eitthvað yfir fyrsta kaffibollanum, eða margt annað sem það geti verið. Til dæmis urðu hlaðvörp ótrúlega vinsæl þegar að fólk fattaði að það gat valið sér sína eigin þætti að hlusta á, eins og útvarpsþætti, á meðan þau voru að keyra í vinnuna eða hvert sem væri, að það sem er vanabundið, að það taki þau alltaf hálftíma eða klukkutíma að fara aðra leiðina á hverjum degi. Þá getur alveg gert eitthvað skemmtilegt á meðan eða gert eitthvað uppbyggilegt, sem til dæmis að hlusta á hlaðvarp eins og þetta. Nei, grín. Næsta atriði væri að reyna að gera sér létt fyrir, með því að undirbúa sig fyrir vanan. Þetta er eitthvað sem þau sem byrja líkamsrækt stunda mjög mikið, að reyna að draga úr viðnámi með því að láta það ekki verða of erfitt að byrja að gera það sem þarf að gera. Fyrir þá sem að byrja að læra nýtt viðfangsefni, þá getur það verið að vera með allar þær bækur uppi við og tilbúnar á því borði sem þú kemur að þegar þú ætlar þér að fara að læra daginn eftir. Fyrir hlaupara væri það að áður en þú ferð að sofa að þú pakkir saman fötunum sem þú ætlar að fara í leið og þú vaknar til þess að fara að hlaupa. Því að það tekur þig 5 mínútur eða 10 mínútur af stússi og veseni að finna til það sem þú ætlar að gera, áður en getur farið að gera hlutin sem að þú ert ennþá ekki búin að venjast að þú sérst að gera, þá ertu mun líklegri til þess að nenna ekki að gera hlutin þegar þessar 10 mínútur eru búnar. Þannig að reyndu að minnka viðnámið með því að gera þetta auðvelt.
Þetta er eitthvað sem að virkar, finnst mér, í sumum tilfellum en ekki öllum. Ég hef talað sérstaklega um þetta varðandi markmiðasetningu í fyrri þætti mínum. En ráðlegningin er þá að setja sér skýr markmið. Fyrir mér er sumstaðar munur á skýrum markmiðum og góðum markmiðum, en fyrir suma sem að eru til dæmis að byrja að reyna að hreyfa sig meira, þá gæti verið betri vani og betra markmið að segja: gerðu þetta í 20 mínútur eftir kvöldmatt. Farðu í göngutúr eftir kvöldmatt, sem að er þetta langur að minnstakosti. Frekar en að segja: hreyfðu þig meira. Því hvað þýðir það? Þetta er eitthvað sem ég hef farið yfir áður, og ef þetta er eitthvað sem er þér nýtt, þá myndi ég mæla með að kíkja á fyrri þáttminn þetta, sem að var númer 18. Það næsta hérna er eitthvað sem að er kannski fyrir hina minni vana. Þetta getur verið fyrir fólk sem er að reyna að til dæmis breyta líkamsstöðu sinni, eða að hætta að gera eitthvað sem að þau eru orðin svo ótrúlega vön að þau taka ekki einu sinni lengur eftir því að þau eru að gera það. Og það er að nota sýnileg boðmerki, visual cues. Og þetta getur verið eins og að setja upp merkimiða heimilið þitt, eða að setja áminningar í síma að til dæmis, stattu beinn, eða slaka þá í kjálkanum, eða muna að opna augun alveg. Þetta er mjög persónubundið hvað fólk væri að reyna að vinna úr, en þá væri gott að setja svona hluti upp á staðið þar sem þú tekur reglulega og oft eftir þessu. Ef ég ætti að koma með eitthvað dæmi þetta fyrir íslenskuna, þá gæti þetta alveg verið sniðug leið til þess að minna sig á að æfa sig að segja rúllandi R, því það er eitthvað sem að tekur æfingu og tíma fyrir líkamann að fatta hvernig hann á að fara að því. Þannig að það gæti alveg verið sniðugt að taka merkimiða, post-it miða með stóru R-i á og hengja hann upp á baðherbergisspegilinn sinn. Ef þetta er eitthvað sem það þarf á að halda, þá getur þetta verið sniðug leið til að fara að því. Næsta ráð hérna er að fylgjast með árangrinum og framvindu vanans. Að merkja það hjá sér þegar að manni tekst að gera vanan, að fremja vanan sem að maður er að reyna að læra. Mér finnst þetta sniðugt upp að vissu marki, og fólk þarf að meta það hjá sjálfu sér hvort að þetta sé eitthvað sem að hendi þeim eða ekki, af því að þetta er tvíeggja sverð. Tilgangurinn með ráðlagningunni er að þú takir markvisst eftir því þegar þér tekst að gera hlutin, og að þú fáir smá svona dópamínspark þegar þér tekst að gera hlutin sem þú ert að reyna að gera. Það sem að er kannski erfitt eða neikvætt við þetta er að þú færðir líka að sjá til dæmis þá daga þar sem að þér tókst ekki að gera hlutin. Og ef að þú ert komið með 2 eða 3 daga í röð þar sem að þú ert að safna ósigrum frekar en sigurum, þá ertu alveg eins líklegur til þess að sleppa vananum eða gleyma honum vegna ósigranna. Þetta er eitthvað sem ég hef lent í áður sjálfur þegar ég fór að fylgjast með sigurum mínum og sjá þegar ég var búin að gleyma vananum, þar að segja, nokkrum sinnum í röð, og þá hreinlega misti hann frá mér. En þetta rennur ágætlega inn í það sem að gæti verið síðasti punkturinn í dag, sem að er að vera þolinmóður og sveigjanlegur. Það tekur tíma að mynda vana. Þannig að þó að þú missir af einum degi eða svo, að þú passir þig
að það verði þér ekki letjandi því að þú gætir hreinlega bara haldið áfram að gera betur næsta dag. Þetta hárrétt. Við erum öll misbyggð og misgóð í því að vera þolinmóð við okkur sjálf. Sum okkar gætu þurft að beisla kraft félagslegrar ábyrgðar, social accountability, eins og til dæmis að segja einhverjum frá því að þú sért að gera eitthvað nýtt sem að þú ert að passa þig á. Þannig að það ekki bara þú sem að fylgist með þessu og þegar að þú kannski ert að fara að klúðra, heldur að það einhver með þér í því sem að veit af því með þér og fylgist með því og spyr þig út í hvort að þér sé að takast það sem þú ætlar að gera. En sumir geta bara hreinlega komist aftur upp á nýtt eftir að hafa mögulega mist einhvern tíma úr. Þarna áðan var ég að viðurkenna að ég í þessum seinni flokki, að ég get verið lélegur að koma mér aftur upp á fót ef að ég hef hrasað eða dottið af vana uppbyggingunni. En kannski sem eitt dæmi akkurat þetta að takast, nú ég komin í þáttur númer 28 af þessu hlaðvarpi sem að ég hafði aldrei séð fyrir mér að myndi fara eitthvað mjög langt. En núna bókstaflega fólk að borga mér og styðja mig í því að halda áfram að framleiða þessa þætti. Þannig að núna það komið í minn vikulega vana að ég taki upp einn svona þátt og vinni úr honum og geri allt sem þarf. Og ég hættur að kippa mér upp við það að þurfa að búa mér endilega til tíma til að gera það. Þannig að það má segja að ég hafi beislað kraft félagslegs eða félagslegrar ábyrgðar til þess að halda mér við efnið að ég haldi áfram að búa þessa þætti til. Einhvers staðar hef ég lesið að það taki 3 vikur að búa til nýjan vana. Ég veit ekki hvað liggur því að baki, nema að það sé kannski einhver heilastarfsemi sem að tekur þetta langan tíma að breyta sér til þess að það sé ekki nýtt viðnám í hvert skipti sem að þú manst eftir að ætla eða þurfa að gera þennan hlut sem þú ætlar að gera. Hvort það snúist að það séu 21 skipti sem að þér takist að gera ætlunarverkið þitt án þess að það mistækist inni á milli. Ég ekki viss það, en mér finnst það ágætlega huggandi að vita af því að það þarf ekki lengri tíma en þetta til þess að búa þennan vana til. Og það getur verið einfalt að kúpla honum inn í hversdagsleikan, að koma honum fyrir. Og þegar að vaninn komin, segjum til dæmis að þú lærir einhverja pínulitla íslensku á hverjum degi, þó það sé ekki nema 1 spil, 1 flaskart eða 1 setting eða hvað sem þá veit heilinn að hann ætlar að fara að vinna í þessu. Svo getur þú farið að bæta við tíman, hægt og rólega, af því það hægt að vera erfitt. Þetta það sem fólk á við þegar það segir að það erfiðasta verkið að byrja á verkinu. Með því að skapa nýja vana, þá ertu að takast á við þann erfiðleika. Og þegar sá erfiðleiki farinn, þá ekkert orðið eftir af erfiðleikanum, nema bara núna að vinna og njóta. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be
within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.